Kínagrillið, það frægur staður erlendis og svo okkur langaði að koma með svona þema inn á þetta. Grillið þarf ekki að alltaf eins, það alveg hægt að leika sér með þetta. Léttir, skemmtilegir réttir er líka góður á grillið. Og það svona, eins og Ópera segir, hjartað og lax, það alveg frábært saman. Það minnkar líkurinn á öllum sjúkdómum, ég veit ekki hvað og hvað. En þegar maður með lax, þá verður maður að losa hérna beinagarðinn sem mjög auðvelt verk. Þannig auðvitað þetta níðast að fólkinu í fiskibúðinni ef maður hefur eitthvað samband þar. Laxinn gert þannig að það bara toga hérna í þessar litlu bein sem koma hérna upp. Það verður öll bein farin. Og eins og við segjum oft með eldislax, við viljum hafa gott laxabragð en eldislax þarf ekki að hafa eins mikið fyrir lífinu eins og villtur. Því eðlilega hann aðeins feitari. Og þess vegna ætla ég að leyfa mér að taka aðeins ofan við roðið. Og það við roðið, þar leggst fitan. Þess vegna það ekki það hátt kílóverð að laxa að maður getur ekki leyft sér að skera aðeins. Og þá sný ég honum við. Þá bara ögn eftir að brúnuröndinni hérna. Ég sker þá bara smá vaffskurð til að losa hann. Mér finnst laxabragðið svo gott. Núna erum við komið svona fallegt stykki. Ég ætla að marinera hann. Grillið kallar ofta á marineringar til að svona karmelast utan á mjúku holdinu. Þess vegna ætla ég að fá að setja hann í poka. Rennilásapókarnir er alltaf hrein snilld. Það er auðvelt að losa mig við brettið. Þetta er svona ættað frá, eins og ég sagði, Canegrill. Svo þetta er ekki bara svona ein leið, þeir eru svona fusion veitingastæður. Þess vegna setja ég ögn af hérna teriyaki sósu sem er tilbúin. Ég set ögn af hrísgrónu ediki til að fá sýruna, eins og oft er notað sítrónusafa á fisk. Ég set ögn af sesamolíu. Hún svona gefur líka gott bragð og þetta karmelast ekki við grillið. Smá soja. Þá færi ég þetta aðeins til hliðar. Það er gott að nota bara dallinn í það. Ég ætla að setja smá fersk krydd. Ég er með chiliinn og ég er hérna með íslenskan chili. Hann er ekki orðið það mikið það, hann er svo mildur og þá er það gott svona með lax. Þetta á ekki að svíða, þetta á bara að vera svona fallegur samleikur krydda. Ég ætla að taka hann bara í svona strimla. Hann er líka svolítið liturinn í þetta, þetta er svolítið dökk marining. Það er gott að hafa smá liti. Teka svo bara í tvennt, ofan í pokann. Engifer er ótrúlega sterkur og ef það er of mikið notað á honum gæti hann mynda sápubragð. Sker létt utan á honum. Reyna að saxa hann eins og fínt og ég vill. Þess að líka náttúrulega hægt að taka með rifjárni sem er svolítið sniðugt. Ég ætla bara aðeins að saxa yfir hann hérna. Setja hann litla teninga. Svo tek ég hálft rif hvítlauk. Ég er með svona hvítlauk sem þarf ekki að pilla eins mikið og það er engin rifin í honum. Þetta er bara svona einn geiri sem kemur úr einu. Það er bara að saxa aðeins yfir hann. Ég er ekkert að saxa þetta fínt. Í þessu þykir mér náttúrulega gott að þetta karmelast aðeins í marineringunni. En ég tek aðeins bara yfir hann. Þetta fer í pokann. Við erum komið með rauða litinn, við erum komið með náttúrulega dökka litinn úr marineringunni. Það væri gaman að fá smá grænt. Svona tek ég hérna græna hlutinn af vorlauk og það er líka passar óalega vel með grillmat, það hann er mildur. Og svo náttúrulega er alveg skammalegt að vera ekki bara með graslauk úr garðinum í þetta. En ég ætla að leyfa mér að nota svona í pakka. Og það er eins með, við viljum bara fá hann í svona bita eins og chiliinn áðan. Þetta fer í pokann. Þá erum við komið hérna glæsilega Canegrill marineringu hjá okkur. Og þá er það bara hrista, hrista, hrista. Nudda, nudda, nudda. Og við erum að gleyma einu sem er salt og pipar. En við verðum að hafa það í huga að sojasósan og teriyaki sósan er tiltölulega sölt. En það maður er svona salt og pipar sjúkur. Það verður gott að fá aðeins. Þá erum við klárið það. Ég ætla að fara að undirbúa grillið.
Og hreint grill sýnir kannski svona okkar innri mann. Þess vegna verðum við að passa til að fiskurinn festist ekki við okkur. Það þarf að hafa það hreint. Og með pensil er gott að setja aðeins ögn af olíu. Því ég vill ekki að fiskurinn minn festist við stangirnar heldur. Eða teinana. Fiskur kallar ofta á háan hita. Þetta við ætlum ekki að elda lengi. Við ætlum að gefa hann svona frekar eins og 8 svona medium rare. Herru, þá tek ég bara laxasteikinn með hérna upp. Ég ætla að steikja hana roðmegin. Ég ætla að fá að setja hérna. Ég ætla bara að steikja hann öðru megin. Þess vegna setja ég kryddið mín hérna ofan á aftur. Þegar maður er með eins og lax, þá verður maður að passa að hann þolir ekki háan hita, hann þolir ekki langa tíma og hann má ekki fastast við. Þess vegna er ég með svona litla spaða sem ég passa að hann sé laus alls staðar við. Gefum honum svona 2 mínútur, bara þarna megin. Það góða við að steikja fisk bara öðru megin, þá sjáum við hvenær hann er tilbúinn. Þegar bleiki liturinn verður orðið fölbleikur, þá sjáum við að hitinn er búinn að fara upp með öllu fisknum og hann er ennþá safaríkur ofan á. Það mér langar að ná hann svolítið svona stökkan að neðan. Hann er búinn að vera 1 mínútu, þetta er 1 mínúta enn. Það er komið góða rendur. Og þetta er ekki brunnið, þetta er bara karmelsing á teriyaki sósunni og sojanu. En núna er vandverkan, núna ætla ég að reyna að koma þessu yfir á fallegan disk. Og ég veit ekki hvort það tekist. Það er að reyna að koma litlu spaða undir. Þá er laxinn hjá okkur kominn. Við náðum aðeins fallegri rönd. Það hefði mátt vera 1 hérna, en þetta tekst ekki alltaf. Ég skal lofa ykkur það að hann er bragðgóður. Ég ætla að fá að setja ögn af salt yfir. Svo ætla ég bara að fá að setja góða ólífuolíu. En ég sýni ykkur hvernig ég vil hann elda hann. Nákvæmlega svona. Hann á að vera semi-hrár. Þetta er þannig að hann er stökkur ofan, mjúkur inni og svo er hann svona aðeins eins og sushi neðst. Og góður með salati, góður með rjómasósu, hverju sem er. Svo við segjum bara lax, China grill, klárt.